Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. september er 17. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er sigrandi trú auðug fyrir Guði. Í leksíunni sem ég mun tala út frá skrifar Salómon að öllu sé afmörkuð stund. Í pistlinum skrifar Páll: það veit ég með fullri vissu, í trúnni á Drottinn Jesú, að ekkert er vanheilagt í sjálfu sér. Og í Guðspjallinu segir Jesús: ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap leksían ber okkur í dag. En hún er úr Predikaranum 3. kafla. Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að tína hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu stríti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að spreyta sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist. En að matast, drekka og gleðjast af erfiði sínu, það er einnig Guðs gjöf. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er sigrandi trú auðug fyrir Guði. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Síðan tók Guð sér tíma til að útbúa jörðina öllum þeim kostum sem þarf til að gera hana íbúðarhæfa. Þegar hann skapaði nótt og dag varð tíminn til, eins og við teljum hann. Predikarinn er flokkaður sem spekirit í Gamla testamentinu. Höfundurinn Salómon konungur íhugar tilgang lífsins og í texta dagsins veltir hann fyrir sér þessu fyrirbrigði sem við köllum tíma. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að jafnvel það sem skilur ekkert verk eftir sig tekur tíma. Að hugsa, að anda eða halda niðri sér andanum tekur tíma. Við lesturinn komumst við að því að orðatiltækið sem að við notum í dag, að eitthvað taki enga stund, það er ekki til, því að allt hefur sinn tíma. Og merkingin er margföld, því allt tekur ákveðin tíma,
þarf að gerast á réttum tíma, það í framhaldi af öðru verki, eða hefur sinn tíma, eða tímabil. Og í mörgum tilfellum stjórnum við ekki atburðarásinni. Menn fæðast og deyja, árstíðir koma og fara. Og sumir halda því fram að við ráðum engu, að Guð hafi ákveðið allt fyrirfram og að við lifum eftir ákveðnu mynstri sem ákvarðast af lögmálum heimsins. Það á vissan hátt rétt. Við vöknum á svipuðum tíma allt árið. Við borðum svipaðan morgunmat, göngum í sömu störfin, borðum eins máltíðir í ólíkri röð allt árið og höldum í okkar hefðir. Það kannski helst tískan sem breytist hjá okkur, en við höfum samt það sem við köllum ákveðin smekk og höfum þannig búið okkur til ákveðin ramma sem okkur líður vel í. Flest af þessu sem ég hef talið upp verður til vegna samfélagslegra eða menningarlegra áhrifa sem við köllum hefð. Þó að við hegðum okkur greinilega eftir munstri sem getur stjórnast af utanaðkomandi aðstæðum. Salómon taldi þetta mynstur hannað af Guði. Og við vitum að regla á hlutum sannarlega góð og fyllir okkur öryggi. Allt sem Guð hefur gert hagfellt á sínum tíma, skrifar Salómon, og væntanlega að vitna í sköpun heims. Sólarhringurinn fullkomin hönnun, hvíld, vinna og tómstund, dagur og nótt, vinnuvikan sett upp með nauðsynlegri hvíld, máltíðir á ákveðnum tímum og í lögum sínum lögfesti Guð hvíldardaga, jafnvel fyrir þræla og ambáttir. Niðurstaðan að regla fyllir okkur öryggi og í öllu þessu regluverki þurfum við að gefa Guði tíma og rúm. Guði sem skapaði þetta fullkomna kerfi fyrir okkur. Tíminn samt sem áður eitthvað sem við stjórnum ekki. Hann líður alltaf jafn hratt og margir verða þrælar tíma og dagsetninga. Við köllum það stress. Og reynslan af óreglulegu mynstri segir okkur að það á til að valda óöryggi sem setur varnar viðbrögð líkamans í gang og til langframa valdi það streitu. Salómon velti því fyrir sér hvaða gagn við höfum af öllu þessu striti, því að ekkert af hinum veraldlegu gæðum sem við stritum fyrir gagnast okkur eftir dauðan. Mönnum gagnist ekki hið daglega strit nema til daglegra þarfa í þessu lífi. Það að matast, drekka og gleðjast yfir öllu erfiði sínu og hann segir að einnig það Guðs gjöf. Já, allt þetta regluverk sniðið fyrir okkur til að okkur líði vel, okkur til leiðbeiningar, fyrir okkar öryggi, farsæld og ánægju. Salómon sem átti allt sem hugur hans geyntist, horfði á veröldina frá hásæti sínu. Hans daglega strit var ekki með sama hætti og þegna hans. Hann var þekktur fyrir visku sína og miklar sögur fara af auðæfum hans. Skömmu fyrir andlát sitt gaf Davíð konungur, faðir hans, honum þetta ráð. Gættu skyldunar við drottinn Guð þinn. Gakktu á hans vegum og varðveittu boð hans, fyrirmæli, skipanir og lög sem skráð í lögmáli Móse. Þá mun þér vel farnast og lánast allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Trúfesti það eina sem Guð biður okkur um. Davíð var trúr Guði allt til dauða, en það tókst Salómon ekki. Vertu trúr og réttlátur og vona stöðugt á Guð,
skrifar Hósea, og í opinberunarbókinni stendur: vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Þessi loforð Guðs lýsa þema dagsins í dag, sem sigrandi trú, auðug fyrir Guði. Gaktu á Guðs vegum, hafði Davíð sagt, þá mun þér farnast vel. Í orðum hans felast þau sannindi að konungsríki rísa og falla og auðæfi eru hverful, en Guð ávallt hinn sami. Veldi og auður Salómons urðu honum ekki fjötur fót. Það gerðu hinar mörgu eiginkonur hans með hjáguðum sínum. Guð hafði birt Salómon tvisvar og bannað honum að dyrka aðra guði, en hann hlýddi því ekki. Hann hafði fjarlægst Guð, trú hans færði honum ekki lengur sigra og auður hans varð einungis veraldlegur. Hann varð fátækur fyrir Guði. Í opinberunarbókinni segir Guð: ég tifta og aga þá sem ég elska. Þú segir: ég ríkur, orðinn auðugur og þarfnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur, aumingi, fátækur, blindur og nakinn. Þarna lýsir Guð stöðu þeirra sem hafa hafnað honum þeir standa frammi fyrir honum. Og hann heldur áfram: ég ræð þér að kaupa af mér gull, skírt í eldi, til þess að þú verðir auðugur, og hvít klæði, til þess að þú getur hulið skammarlega nekt þína. Kauptu líka smyrsl á augu þín, til þess að þú getir séð. Guð ákallar þá sem heimurinn leiðir afvega, þá sem telja að þeir þurfi ekki á Guð að halda, sökum eigin velgengni vegna auðs og yfirráða. Hann segir: kaupið af mér gull, þar að segja opnið hjörtu ykkar fyrir trúnni og eignist fjársjóð á himni. Eignist hinn sanna auð sem að færir ykkur dýrðarklæði himins og gefur ykkur kórónu lífsins. Í samfélagi við Guð erum við auðug og fyrir trúna sigrum við dauðan. Já, þemað í dag sigrandi trú, auðug fyrir Guði. Salómon sá þetta gangverk sem að við köllum tíma, sem smíði Guðs gert fyrir okkar skömmu tilveru. Salómon var alinn upp í trú og fékk góð ráð frá föður sínum, eins og allir foreldrar vilja það besta fyrir börnin sín, en þau taka sínar eigin ákvarðanir. Guð faðir okkar allra og kallar okkur til sín bæði í Gamla testamentinu, þar sem hann segir: komið öll sem þyrst eruð, komið til vatnsins, og þið sem ekkert fé eigið, komið. Og í Nýja testamentinu segir Jesús: komið til mín, öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Trúfesti það eina sem Guð biður og merkingin á bak við orðtakið komið til mín. Við þurfum ekki að koma með neitt nema okkur sjálf, og með trúna í hjartanu erum við hvorki fátæk eða nakin. Við höfum safnað fjársjóði á himni og Guð Faðir hefur fært okkur í hina bestu skikkju og sett skó á fætur okkar, eins og faðirinn í sögunni gerði þegar týndi sonurinn sneri aftur heim. Guð hefur látið slátra alikálfinum og í borg himins verður gleði og fögnuður, þakkagjörð og hljóðfærasláttur. Þar mun engan skorta neitt. Trú okkar hefur sigrað, yfirstigið allar hindranir þessa lífs og gert okkur að börnum Guðs. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni.
Amen.